Rauðgræn litblinda er ákveðin tegund af litblindu. Það er ekki allir sem eru litblindir með þessa gerði litblindu, en þetta er eins og algengasta. Þeir eiga erfitt með að greina munin á rauðu og grænu. Það er algengara að karlar séu litblindir heldur en konur, þar að segja með þessa gerði litblindu. Það er einfaldlega vegna þess að þetta er það sem kallað er víkjandi X-tengt einkenni. Þetta er ákveðin erfðagalli sem var til út af stökkbreytingu, en þetta er á X-litningnum, stundum kallað kyntengdar erfðir þegar þetta tengist X-litningnum. En þetta er víkjandi og við skrifum oft X-litning með litblindu geni svona, heilbrigðan svona. Þetta er litblinda, þetta er eðlilegt. Og við skulum skoða hvað gerist ef ég ímynda mér konu sem er beri, hún er þá svona, af því þetta er víkjandi. Ef hún er með litblindu gen á öðrum X-litningnum, það er víkjandi, það að vera með eðlilega litasjón er ríkjandi. Það þýðir að þessi kona hefur genið, hún ber það með sér, en er ekki litblind því hún er með ríkjandi genið fyrir eðlilega litasjón sem blokkar í þetta hér. Og við skulum ímynda okkur að hún eignist barn með karli sem er litblindur. Og þegar ég teikna reitatöfluna, þá fæ ég svona hér og svona hér. Þið sjáum að þetta X kemur fyrir framan hér, þetta fyrir framan hér, þetta fyrir framan aftan hér ætlaði ég að segja, og svo þetta fyrir aftan hér. Við þurfum að skoða þetta í tvennu lagi því að þessir tveir eru strákar, þessar tvær eru stelpur. Það eru helmingslíkur á strákarnir séu litblindir því leið og litblindu genið kemur frá mömmunni, þá verður strákurinn litblindur því hann fær ekki X frá mömmu sinni. Þið munið að X-ið getur innihaldið geni fyrir heilbrigðri litasjón sem er ríkjandi. Af því hann fær Y frá pappa sínum og fær litblindu gen frá mömmu sinni, þá er hann litblindur. En leið og hann fær heilbrigt X frá mömmu sinni, þá er hann ekki litblindur. Stelpurnar hins vegar, það er líka helmingslíkur á þær verði litblindar. Það er örugt að þær fá litblindu genið frá pappa sínum, því hann er litblindur, hann er ekki með X með heilbrigðri litasjón, hann getur ekki gefið neitt annað en X með litblindu geninu. Og svo eru helmingslíkur á hvort þær fá litblindu genið frá mömmu sinni, því stelpur verða ekki litblindar fyrir þær eru með litblindu genið á báðum X-litningunum sínum. Ef það er bara á öðrum þá eru þær ekki litblindar en eru berar, geta átt litblind börn. Við skulum aðeins skoða hvað gerist ef ég þurrka út ef ég gef mér að þetta, og ég krassa bara yfir þetta, og gefa mér að þetta sé að konan sé ekki litblind og ekki með litblindu genið yfir höfuð. Þá er þetta venjulegt X og þetta venjulegt X. Litblindur karl og kona sem er ekki beri, þau geti ekki átt litblinda stráka. Vegna þess að pappinn gefur strákunum sínum ekki litblindu genið en allar stelpurnar verða berar. Þannig að þessi hjón geti ekki átt litblind börn en allar stelpurnar þeirra verða með litblindu genið frá pappa sínum og geta átt litblinda stráka. Sama gerist ef að, nei ekki það sama, það er aðeins öðruvísi ef að konan er beri en pappinn ekki litblindur. Þá eru helmingslíkur á að stelpurnar verði berar og helmingslíkur á að strákarnir verði litblindir. Svolítið gróf spjaldtölvan hjá mér, þannig að þetta verður, sjáðu þið, hérna er litblindu gen og litblindu gen
ekki litblinda og ekki og y. Þið sjáið að þessi strákur er litblindur en ekki þessi, þannig að það eru helmingslíkur og séu litblindir og ekki litblindir. En stelpurnar er annarkvort alls ekki með genið eða berar. Þannig að þessi hjón sem er ekki litblind geta átt litblindan strák og stelpu sem er beri. Þannig að þetta er svolítið flókið. Ef að ég er strákur og er litblindur, þá er frekar ólíklegt að pabbi minn sé litblindur. Það er ekkert útilokað, en ég fekk litblindu geni mitt ekki frá pabba, ég fekk það frá mömmu. Það er hins vegar mjög líklegt að móður afi minn sé eða hafi verið litblindur og jafnvel bræður hans og bræður mömmu eða synir systkina mömmu. Þetta erfist nefnilega, þetta berst með mömmunum og kemur fram hjá strákunum. Það er frekar sjaldgæft að þetta komi fram hjá stelpunum, en eins og við sýndum áðan þá er það alveg hægt.